En ég ætla hérna á næstu mínútum að fá að kynna fyrir ykkur þetta frábæra verkefni sem heitir Tengslatorg Háskóla Íslands og samstarfsvettvangur Háskólans og atvinnulífsins með aðkomu margra aðila. Enginn maður eyland einhlítur sjálfum sér, sérhver maður brot meginlandsins hluti veraldar, sagði skáldið John Donne og mér finnst þessi orð lýsa vel þeirri áherslu sem að Háskóli Íslands hefur lagt á að taka virkan þátt í samfélagi og atvinnu og menningarlífi með það að markmið að starfsskólans hafi víðtæk áhrif. Og eins og því ég vonandi að þið hafi fengið á tilfinningunni í dag að þið sjáið að hlutir verða að heild hér í þessari dagskrá. NSAOI eins og hefur komið fram er hluti af og með virku þátttakandi samfélagi Háskóla Íslands og við búum yfir mjög hæfu starfsfólki, sérfræðingum í náms- og starfsráðgjöf og starfsþróun og ásamt fleirum sérfræðingum eins og á sviði sálfræði. Fortíðin, nútíðin og framtíðin mætist í þessari mynd. Hér eru háskólastúdentar á öndverði síðustu öld þegar Háskóli Íslands var til húsa í Alþingishúsinu. Og hvað sjáum við? Við sjáum fólk klætt í þess tíma tísku, þar ákveðin kynjahlutföll, karlmenni hatt eða kaskeiti og kona í peysufötum. En hverjir hafa starfadrauma þessa fólks verið? Væntanlega að taka þátt í íslensku samfélagi og byggjað upp, vera virku þáttakandi og hagnýta menntun sína í störfum. Að takast á við fjölbreyttan vinnumarkað þess tíma og hið sama gildir í dag. Og ég vil halda því fram að það sé ekki aðeins lokamarkmið einstaklinga að útskrifast héðan frá Háskóla Íslands, taki í hendina á deildarforseta sínum og rektor Háskóla Íslands, heldur og að sjá fyrir sig þátttöku í íslensku athafnalífi og vinnumarkaði, hleypa heimdraganum, mennta sig frekar hérlendis eða erlendis, en það sameiginlega að sjá hagnýtingu náms og takast á við ný verkefni og áskoranir. En við erum búin að vera að tala náms- og starfsráðgjöf. Og ég held að það sé áskorun fyrir okkur sem fagstétt að skilgreina starfsráðgjöfina. Ég held við vitum nákvæmlega hvað við erum að gera í námsráðgjöfinni, en svo kemur þessi tengsl náms- og starfsráðgjöf. Það búið að tala hérna einmitt að brúa bil á milli skólastiga og undirbúa nemendur undir næsta skólastig og undirbúa svo nemendur undir þátttöku í íslensku samfélagi og erlendu, alþjóðavettvangi. Heiti einingar okkar er náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands og því var breytt fyrir 10 árum til þess að endurspegla þá heilstöðu nálgun sem er í boði og í okkar starfi. Og starfsráðgjöf, má ég heyra, hvað er starfsráðgjöf? Prófið byrjar. Ekki rafrænt. Starfsráðgjöf er upplýsingar störf. Já. Já, bingo, akkurat. Þetta er mjög fjölbreytt, en það er auðvitað tengsl þarna. Það sem við erum að sjá fram á það að einstaklingurinn, hann er að þróast og hann er að stilla sína bylgjulengd meðan hann er í háskóla, og þá tala ég núna þetta skólastig, að nemendur stilla sig inn á ákveðna bylgjulengd í sínu námi, þau sjá fyrir sér starfsvettvang, verkefni og áskoranir, en hvað vilja stúdentar innst inn við beinið, sko? Það er nú spurningin. Ég tel að allir vilji vera hamingjusamir. Ég tel að allir vilji gera gagn og að þau sjái að það sé ávinningur af því verki sem er unnið. Og með þessu verkefni sem að heitir Tengslatorg, að þá er komin ákveðið púsl inn í heildarmyndina. Og við höfum verið núna markvisst í NSHÍ verið að huga að starfsþróun stúdenta á meðan þeir eru í námi. Og það er margt sem að, já, takk fyrir. Það er margt sem að gefur þeim merki það hvernig þau geta nýtt tíman á meðan þau eru í skólanum og ekki síst þetta að takast á við áskoranir samtíman sem verða áskoranir framtíðar. En við búum yfir, eins og ég sagði áðan, sérfræðiþekkingu og kunnáttu sem er í boði fyrir stúdenta
og við erum að horfa á það sem við köllum atvinnuhæfni eða starfshæfni og við setjum það í samhengi við ævilanga náms- og starfsferil og í náminu ekki síst í okkar framboði á þjónustu þá erum við að kenna færni til að koma sér á framfæri og nýta styrkleika, þekkingu og hæfni eins og sagði áðan. En hvað tengslatorg? Það hugmyndafræði til efnastefnu HÍ 21 og verkfæri þessi vefur sem heitir tengslatorg.hu.is. Tengslatorg líka gæðamál. Það gæðamál fyrir háskóla að sjá ákveðinn hátt þeirra nemendur reiða af í atvinnumarkaðinum, hvaða framlag þeir hafa, hvernig þeir nýta rannsóknarþekkingu sína og sérfræðikunnáttu og bein tenging við HÍ 21, það undir virk þátttakið samfélag og atvinnulífi, það sagt beinlínis að það stofna til samtalsvettvangs á milli stúdenta, rannsakanda og atvinnulífs. Og þá verið að tengja þessa aðila saman og þetta hefur verið frábært verkefni að því leiti að þetta í rauninni frumkvöðlaverkefni til, myndi ég segja, 5 ára. Þannig að þetta uppbygging frá upphafi, þannig að það þarf að horfa á hvert skref og hugmyndafræðin svo að hægt sé að fara inn á vef tengslatorg.hu.is þar sem að nemendur geta að skoða atvinnutengsl og það það sem áberandi núna, það eru störf í boði. Það geta verið rannsóknartengsl þar sem að tengja saman annarkvort fyrirtæki út í bæ sem að stunda rannsóknir eða innanhús verkandatengsl sem getur líka falist í því að fara í starfsþjálfun og svo vinatengslin við háskólavin okkar. En hann Róbert nefndi í upphafi stefnu gæði náms og kennslu og einmitt þetta að það segir að til þess að búa til öflugt námssamfélag að þá það á hendi deildarforseta að sjá til þess að kynna framtíðar starfsvettvang nemenda og styðja við starfshæfni þeirra. Og þetta í fyrsta skipti á 20 ára ferli mínum innan Háskóla Íslands sem ég sé þetta orð starfshæfni. Og það þýðir það að háskólasamfélagið sem slíkt hefur verið að hlusta á stúdenta, hefur hlusta á náms- og starfsráðgjafa til þess að sameina þetta sem eina heild. Og af hverju hafa stefnu HÍ 21? Jú, til þess að allir gangi í takt, að allir vinni að verkefnum til þess að leiða til framþróunar. Við höfum átt mjög gott samvinnu og samstarf við atvinnulífið. Ég vil nefna tvennt. Reykjavíkurborg hefur verið í samstarfi við okkur í sambandi við afleysingarstofu, það að segja að þau beinlínis leituðu hingað til þess að finna mannauð til þess að starfa innan Reykjavíkurborgar á leikskólasviði og annað sem við erum að huga að það eru grunnnemendur, það eru meistarnemendur, svo eru doktorsnemar. Þeir þurfa líka að huga sinni eigin starfsþróun og við höfum tekið upp samstarfi við miðstöð framhaldsnáms slíkt og það Ásta Gunnlaug Brím og ég sem erum tengiliði þar. Þetta hefur verið mjög skemmtilegt verkefni í samstarfi við stúdentaráð eða það að segja fjármál- og atvinnulífsnefnd. Við höfum haft atvinnudaga, einmitt þetta, starfsráðgjöf, hvernig átt að koma á framfæri, höfum fengið frábæra gesti og þetta lukkast mjög vel. Þannig að tengslin, samvinnan og ávinningurinn, ávinningurinn af þessu verkefni tengslatorg í fyrsta lagi það að það orðið mun meira umræða nauðsyn þess að huga starfsþróun, umræða þess á hvern hátt hægt að hlúa að nýsköpun og hvernig nemendur vinna sig að því að ástunda nýsköpun og hvað nýsköpun. Það samvinna á milli hagsmunaaðila eiga þetta samtal við vinnumarkaðinn og það sérstakt tungumál. Ég búin að komast að því. Þannig að það var eitt í viðbót, Kristjana, tungumál atvinnulífsins. Þannig að verkfærið til staðar sem þessi vefur. Ávinningun sá að það eru yfir 900 sem hafa skráð sig, það að segja atvinnurekendur sem eru virkir. Það eru yfir 1000 atvinnuumsóknir sem hafa komið inn og síðan alltaf þetta samtal þar sem verið að huga að nýjungum. Að lokum þá erum við í essin okkar. Sjáu þetta? Við erum með samtalið, við erum með skilningin og ekki samstarfi atvinnulífið. Við höfum samstarf þvert á svið, við höfum samstarf innan stoðþjónustu deilda og við erum í samvinnu við að efna stefnu HÍ 21 og það gerir það að verkum
að við erum að tala sama tungumál. Þannig að Tengslatorgið verkefni sem í þróun, mun taka breytingum og kallast alltaf á við þarfir stúdenta varðandi starfsþróun og þarfir atvinnulífs varðandi mannauð. Þannig ég þakka ykkur fyrir.